Góðan og blessaðan daginn. Hæ. Verið velkomin að hlusta þennan góða þátt okkar. Fjórða þátt þessara serju. Og nú ætlum við að tala um Afríku. Heldur betur, við ætlum að tala um Afríku. Þetta svona eins og pínu framhald af síðasta þætti. Já. Þá vorum við að tala svolítið Afríkuferðina hjá Rakel Maríu og Gumma. En við svona náttúrulega náðum ekki að fara yfir allt, eða þú veist, við erum náttúrulega aldrei að fara yfir allt. En það svona nokkur atriði sem að við getum kannski bætt við svona okkar reynslu, það ekki? Jú. Nú höfum við báðar komið til Afríku. Já, við höfum báðar komið svo, þú veist, já, á aðeins öðruvísi staði til dæmis heldur en Rakel og Gummi fóru á aðeins kannski öðruvísi ferðir. Þú veist, ég vil alveg meina að ég sé virk, en ekki svona virk. Nei. Ég þarf mína kvild svona einu milli. Já, það alveg góða punktur. Ég svona get verið einstaklega löt eins og ég get verið einstaklega virk, skilur. Já, þetta bara balans. Já, mér finnst það bara flott. En jú, við ætlum aðeins að fara yfir, þú veist, kannski önnur svæði í Afríku eða aðra hluti sem hægt að gera í Afríku sem að við fórum ekki yfir í síðast þætti og þú ert með staðreyndir. Ég er með staðreyndir. Ég er alltaf spennt að heyra þær. Já, sko, við erum sérst að tala það er náttúrulega pínu bara ljóst hvað við erum að tala þegar við segjum Afríka. Þú veist, þetta eru 54 lönd. Þetta eru flestu löndin, það ekki einni heimsálfu? Jú, þau eru mörg, sko. Þau eru fleiri en margir halda. Já. En þetta var nú bara svona aukastaðreind, því þetta er ekki einu sinni ein af þessum staðreindum sem ég er með. Það er svo klár, Sóla. En fyrsta staðreindin í Afríku eru töluð yfir 2000 tungumál sem að gerir 1/4 af öllum tungumálum heimsins. 1/4? Já, 25% af öllum tungumálum í heiminum eru frá Afríku. Og það var svona pínu reiki hvað þau eru mörg, en þau eru svona kringum 2000 pluss með þessa. Já, þau eru ekki eins og viss hvað þau eru mörg tungumálum. Nei, þau eru rosalega mörg. Áhugavert. Ég trúi því samt alveg að allir með svona sitt dialekt af eitthvað svona úrmismunandi ættbálkum, úrmismunandi eitthvað. Já, líka gaman hvernig þau bara lifa þessi tungumál, þú veist. Já. Það er alveg merkilegt. Herðu, næsta staðreind ég veit þú veist þetta, af því að ég held þú geti komið með svona input í þetta. Nú? Elstu minjar af mannfólki í heiminum fundust í Afríku, eða hafa fundist í Afríku. Þá náttúrulega má nefna Lucy í Eþíópíu sem er svolítið svona frægasta, hvað maður segja, beinagrind, sem fannst þess í Eþíópíu, en svo síðan þá hefur reyndar fundist í Marokkó eldri minjar. En Lucy er samt svona frægast, skilurðu. Frægast og svona beinagrindin. Já, ég sé hana. Já, þú sást hana, það ekki? Það er nefnilega, ég rambaði bara eitthvað svona, ok, ekki rambaði, en ég var í Eþíópíu sem er svo random. Bara fyrir tilviljun? Já, nei, þú veist, í reisinu minni átti að millilenda eitthvað í Eþíópíu og við stelpunum bara eitthvað, oh my god, stoppum í Eþíópíu, þú veist, eins og maður gerir bara. En þá vorum við í Eþíópíu eitthvað 3 daga í Addis Ababa í höfuðborginni. Já. Það var einstaklega áhugavert. Já. Og við fórum á þetta safn. Og ég get ekki eins og sagt safn með svona fullri samvisku. Þetta var smá eins og hús út í buska sem var bara svona stórt, þetta var svona stórt hús með garði og skjaldbaka í garðinum, svona risaskjaldbaka. Oh my god. Svona getur random. Og safni var minnst safnlega safn sem ég fara á ævi minni. Já. En maður svona labbaði efri hæðina í hring og svo neðri hæðina í hring og svo var bara íni hún er pínu pons. Já, ég skrifaði hérna, þú veist, þegar hún var á lífi, sem þessi blessa Lucy, kona. Já, þetta er svona fyrsti homo sapien apinn sem var uppreistur, elstu minjar af eskilur. En hún var í rauninni 1 meter á hæð. Já, nei, sko, í alvöru. Hún var pínu pons og ég var að lesa þetta og ég var bara stelpur. Þetta er eitthvað hjút. Já, þetta er merkilegt. Já, bara, þetta er bara, hér er bara fyrsta manneskjan sem vitaður að hafa verið homo sapien sem reis, skilur, hérna í Eþíópíu. Og við erum bara í einhverju hús sem er skjaldbaka út í garði að horfa á þetta. Skilur, þetta var svo skrítið. Og svo lásum við alveg, á safninu. Og ég tala þetta sem sé geðveikt safn. Já. Þetta er sko, ég vildi ég ætti mynda þessu. En við lásum á safninu og þetta var alveg svona svolítið myndrænt og skemmtilegt, skilur. En hvert þau fóru síðan? Þú veist,
þegar Homo sapiens voru að rísa í Afríku og svo fóru yfir Afríku og yfir til Asíu og þaðan hvernig þeir dreifðust og bara yfir allar heimsálfunnar og hvernig þeir þróuðust og þá var eitthvað svona pælingar með að okkur Inúítar eru svona með svona hvernig útskýrir maður augun þeirra eru svona þringri og var eitthvað svona tenging á milli Asíubúa vegna þess að þetta var allt svona og það var eitthvað svona, þetta var mjög sjónrænt af því að þannig er enginn að lesa svona en þetta var bara eitthvað svona heimskort og það var eins og það var bara búið að gera bara svona leið mannkynsins í kringum heiminn eitthvað og fyrir mjög löngu skilur en þetta var mjög svona aldrei hafði ég einhvern veginn haldið að ég væri leiðinni til Eþíópíu að vera eitthvað að læra upphaf mannkynsins og það væri bara þaðan ég var bara eitthvað í rosa skítur í borg með rosa mikið að heimilislausu fólki og var bara eitthvað, hér byrjaði þetta allt saman, stelpur, tökum þetta moment inn, við erum on a sacred ground. En myndirðu ekki segja að það væri eitthvað mest að fara til Eþíópíu til að fara á þetta safn, þetta ekkit svona... Nei. En þetta var svo sjúklega skemmtilegt og það var margt við getum alveg farið í það eftir, það var alveg... Eþíópía ég myndi ekki segja að Eþíópía sé fyrir alla en sjúklega svona áhugaverður áfangstæður að fara og við gerðum alveg eitthvað annað en að fara bara á þetta safn og beinagrind skilur en þetta er Lucy hún er rosaleg svo krúllið nafn líka og svona lítilli konu hún var það ok, næsta staðrend er ég þurfti náttúrulega að taka eina Sahara eyðimörkina af því að það er stærsta heita eyðimörk í heimi og hún er svipastór og öll Bandaríkin og það sem ég fannst merkilegast er á hverju ári þá fýkur ryk úr Sahara eyðimörkinni 1000 kílómetra bara yfir sjó og land og alls konar meðal annars í Amazonskóginn bara hinum einn í Suður Ameríku og náttúrulega til, þú veist, Evrópu og Karabíska hafið og eitthvað finnst þér ekki crazy? Þannig að eru við með sandkornur og Sahara eyðimörkinni hér á Íslandi líka? Mögulega. Ég veit ekki hvort það nái alla leið, en allavega, þú veist, það nær samt til Amazon. Já. En okkur sagðirðu... Það frjóvgar plöntur í Amazon. Þetta er rík. Já, crazy. Já, þess vegna þurfum við fjölbreytnina. Við þurfum eyðimörkurnar, við þurfum regnskógana. Hún alltaf sést úr geimnum, hún er svo stór, sko. En hvað meinarðu með, hún er stærsta heita eyðimörkin, er til köld eyðimörk? Já, því svo er ekki til líka bara svona, þú veist, já, eins og sléttur eða salt eyðimörkur eða eitthvað svoleiðis. Jú, það er rétt hjá þér. Ég veit ekki. Þegar ég hugsa eyðimörk, þá hugsa ég bara scorching heat og allir bara... Já, en það held ég að það sé alveg þannig svona stærsti hlutin á Sahara allavega. Já. Ok, svo er hérna önnur sem er líka mjög merkileg. Meðalaldur í Afríku, þá erum við að tala Afríku sem heimsálfu, eru 19 ár sem gerir þetta yngstu heimsálfunni og svona til að bera saman þá eru meðalaldurinn í Evrópu 40 ár. Þetta þessu. Það er svo ung. Já, þetta er aðalega vegna þess að það er ennþá algengt náttúrulega í Afríku að eiga mörg börn, þú veist, það er bara í menningunni, stóra fjölskyldur og svona. Og heilbrigðiskerfið hefur náttúrulega batnað mjög mikið síðasta svona áratuginn. Þannig að þú veist, það eru fleiri börn sem eru að lifa lengur. Ok, það er gott að heyra. Já, þetta er víst alveg mjög gott fyrir heimsálfu að vera með ungan meðalaldur af því það er rosalega svona mikið fólki, þú veist, starfs vettvangum og svona. Ég var bara eitthvað að hugsa bara eitthvað, þannig að gamla fólki er bara deyja gett ungt. Já, það var þannig, skilur en það er að breytast og þá er unga fólki að, þú veist, þannig að auðvitað verður hún kannski ekki svona ung alltaf Nei. Allavega eins og er og svo er síðasta staðreyndin þurfti náttúrulega aðeins að tala dýrin því að dýrin í Afríku eru náttúrulega alveg engu lík. Ertu að tala fugla? Sko ég var bara af öllum dýrum já, ég var bara hvaða dýr er mest svona tignarlegt í Afríku og flestir myndi hugsa eitthvað svona ljón og eitthvað en nú hef ég komið þangað og ég bara þurfti að hafa eina staðreynd strút af því að strútar eru crazy dýr, ég er ekki að ljúga. En þú byrjaðir setninguna og segja tignarlegt, ég myndi ekki segja strútur sem tignarlegur. Hann er samt skemmtilegur, skilur, hann hefur svona sinn svona sjarma stíl sko, eins og flesti vita náttúrulega, þá eru strútar hröðustu fuglar á landi. Þeir geta hlaupið 70 km á klukkstund sem er alveg slatti. Þeir geta orðið 150 kíló
og það sem náttúrulega merkilegast við það að augun á þeim eru stærri heldur en heilin í þeim. Pældi því. Þeir eru með stærri augu heldur en heila. Bæði sko á þyngd held ég og líka sem sagt bara ummálið, skilurðu, bæði stærðin og þyngdin á augunum eru þyngri en heilin í þeim. En það dregur ekki úr því að þetta er frábær dýr. Með pínu lítinn heila. Já, ég gleymi ekki þegar ég sá strút í fyrst skipti. Nei, reyndar ekki. Persónu í, semst, þú veist, in the wild, ekki í dýragarði, skilurðu. Nei. Og já, þeir eru rosalegir, bara þessi breidd, sko, sem þeir færa hausinn. Þeir eru einhvern veginn alveg með hausinn alveg neðst í jörðinni og svo allt í einu bara svona rísaður upp og hækka bara 2 metra. Bara, þetta er rosalega. Ég man ekki, þeir eru náttúrulega sem ég hættulegir, eða þú veist, maður er ekkert eitthvað... Já, ég myndi ekkert vilja mæta honum eitthvað þar í Húsasundi, skilur. Nei, þeir eru ekki svolítið territorial, eða ég man ekki hvernig það var þegar ég var í Afríku, ég var í Suður-Afríku. Þá við líka sáum við kvenkynsstrút og svo karlkynsstrút og annar er svartur, hinn er grár, man ekki hvað. Og það er alveg svona, þau eru mismunandi, þú veist, á geði og hvernig þau eru og láta og eitthvað og hann var með þetta að segja við okkur gætinn þá eitthvað svona, þú veist, tjekki, þú veist, hvort hann sé grár eða svartur upp á hvernig... Hvort kynið er, já, eitthvað svona, þú veist. Já. En ég er alveg samlega mjög merkileg dýr. Já. En af öllum dýrum í Afríku. Já, mér fannst ég bara að þurfa að tala strúta því þeir eru vanmetnir, verði að segja. Og það er vist mýta, ég komst líka því, það er vist mýta þetta með að þeir stingi hausnum í sandinn þegar þeir eru hræddir og eitthvað svona. Nei! Það, sko, kannski gera þeir það einhvern tímann en ekki þegar þeir eru hræddir allavega. Þá myndu þeir væntanlega hlaupa. Því þeir hlaupa 70 kílómetra hraða. Já. En það er eitthvað svo krútlegt að hugsa til þess að, þú veist strútur og svo overwhelmed. Já, reyna að fela þig. Og með svo lítinn heila og þetta er ekkert annað í hug heldur en að bara... En það kannski líka tengist bara stærðinni á heilanum á þeim, skilur, þetta er ekkert eitthvað... Af því að við hefum komast að því að augun er stærri. Þeir eru ekki mjög stóran heila. En huge búk. Já, það er með mjög stóran búk. Mjög stóran. Já, skemmtilegt. Þetta voru staðreyndirnar í dag. Það voru stórkostlegar staðreyndir. Er það ekki? Jú, ég var ekki að búast við eitthvað svona... Ljónið getur eitthvað, ég veit ekki, eitthvað svona afríst. Það veit allir að ljón er geggið, skilur. Það er ekkert verið að draga úr því. Já. Það er svona tíminn að pumpa, ég veit ekki. Já, kannski bara næst. Já, bara næst. Ég fer bara að googla þetta. Þeir erum áttur að vinna. En svona almennt með Afríku, bara við tölum bara svolítið almennt. Nú er ég náttúrulega, gerum mig grein fyrir að við erum að setja 54 lönd undir einn hatt, skilur, sem er náttúrulega alls ekki, þú veist, meikar ekki sens. En af því að þú hefur núna farið 2 ferðir mismunandi, þú veist, 2 sinnum í rauninni til Afríku. Svo oftar. Já, og náttúrulega Egyptaland líka. Já. Ég fór í reisunum minni til alveg 6 landa eða eitthvað. Já. Og síðan þá hef ég farið aftur til Egyptalands og aftur til Suður-Afríku. Já. Þannig að ég er svona, og svo langar manni alltaf, ég er alveg... Já, ég er bara svona að hugsa því almennt Afríku bara því við rættum þetta aðeins með Rakel og Gumma en bara svona, þú veist, hvernig fólk horfir á þessi lönd einhvern veginn og svona hvað fólk hugsar þegar þú veist, þegar það sér fyrir sér einhvern veginn Afríku og eitthvað er það ekki bara smá alveg öfugt við það sem það er einhvern veginn, mér finnst bara það kom mér alveg svakalega mikið óvart hvað það er mikið af stöðum í Afríku þar sem það er bara mjög mikil tækni, mjög mikil þróun og þú veist, eins og í sumum borgum og svona, þú veist, ég komst líka því þegar ég var að lesa þessar facts og eitthvað það er bara sumar svona mestu tækni borgir í heiminum, þú veist, sem eru svona eitthvað sem er svona breytast sem hraðast, skilju, eru bara stórborgir í Afríku. Það er rosalega framþróun núna í Afríku yfir höfuð, sko, og kannski, þú veist, Afríka, við þetta risa heimsálfa, en svona á ákveðnum svæðum í Afríku er rosalega mikið að gerast, sko. Og maður fagnar því náttúrulega, það er geðveikt, það er mjög góð svitir, en síðan líka auðvitað á sama tíma er fullt af öðrum borgum eða skilur svæðum sem eru ekki eins, þú veist, eins og maður kannski hugsar Afríku, eins og okkar afar myndi hugsa Afríku í gamla daga, skilur, og þannig að það er svona allur gangur á því, þetta er bara svo ótrúlega mikið af fólki og mismunandi menningum, þú veist, ég meina menningin alveg nyrst í Afríku bara eins og Egyptalandi eða Marokko eða eitthvað, það er bara allt annað en það er náttúrulega bara Mið-Austurlönd í rauninni. Já, og slík menning svolítið, þetta er bara, þetta er svo ótrúlega breytilegt eftir allar heimsálfunni, en þú veist, og
allur gangur á einhvern veginn, það er rosa erfitt að alltaf tala um Afríku í heildsinni sem eitthvað svona. En það voru bara svona skrýtnir hlutir sem að komi mér svona smá á óvart, eða svona kom mér ekki óvart, en bara svona sem ég hafði aldrei pælt í, skilurðu, af því að maður hugsaði ekki þannig um Afríku einhvern veginn. En þú veist, bara það þegar ég lendi einhvern veginn og það voru allir bara svona þú veist, ég var að lesa ykkur bók og það var að tala um, þú veist, háskólaþróun og eitthvað svona og ég var bara svona, það er bara geðveikt margir í Afríku, þú veist, sem heimsálfu sem fara í háskóla, skilurðu, sem er okkur svona basically, þú veist, fyrir okkur að hugsa um. En ég er bara svona, þetta er eitthvað sem að held ég margir er ekkert að pæli þegar þau hugsa um Afríku, að þú veist, það er bara fullt af fólki sem að bara lifir rosa venjulegu lífi og er bara, en þú veist, það er svona, og náttúrulega mikil evrópsk áhrif líka, mjög víða. Auðvitað, náttúrulega margar nýlendur. Já, þannig að þú veist eins og Suður-Afríka er náttúrulega bara mjög nútímalegt land og þú veist eins og þegar ég var í Namibíu það var náttúrulega rosa mikið svona hollensk og þýsk áhrif og bara rosa, þú veist, mikið af fólki sem að, þú veist, fer í skiptinám þangað eða eitthvað svoleiðis. Þú veist, þannig að, þetta er svona bara eitthvað sem er gott að hafa í huga, skilur. Þetta er mjög fjölbreytt heimsálfa. Já, er allir gangur á því og við náttúrulega kannski það er ekki öll löndir í Afríku sem eru kannski svona mjög fjölfarin túristalönd, skilur, eins og, þú veist, amma mín og afi fóru 72 ára í golfferð til Suður Afríku. Já. Og ég man að, þú veist, það voru allir bara, það var til Afríku að spila golf og ég var bara, já, amma og afi, farið til Suður Afríku að spila golf, það er geðveikt. Og það er svona, og ég spurði ömmu, ég var með ömmu í golfu daginn og amma var bara, eitthvað, að því ég var að spyrja hver var uppáhalds áfangastæðurinn, því þau hafa svolítið verið að ferðast svona með golfið og þau, amma var bæði bara Suður Afríka. Já. Eitthvað, þannig að það er alveg áfangastæðir sem eru mjög túristavænir og bara allt í búði og allt hægt að gera og eitthvað. Svo eru kannski aðri stæðir sem að eru svona, ekki eins mikið. Nei. Farið á. Já. Út af allu, bara alls konar. Já, við getum náttúrulega ekkert farið yfir það allt svo sem sko, niður, en við ætlum svona að fara yfir pínu svona hvað er vinsælast, eða ekki? Jú. Svona pínu hvað, hvert er við að senda fólk svona aðalega, eins og hér og svona, og þú ert náttúrulega búin að nefna Suður-Afríku, það er náttúrulega fínt að byrja þar. Ég er líka ótrúlega mikil aðdáandi að Suður-Afríku. Já. Ég elska sögu, sko, ég er alveg sögunördi og bara Suður-Afríka has it all einhvern veginn. Það er sjúklega bara þægilegt að fara þangað. Það er hægt að fara í safari og nú við ræddum aðeins, þú veist, Rakel María í síðast þetta var að segja okkur frá Cape Town, fannst Cape Town geggja og ég get alveg tekið undir með sammála. því. Já, og þú líka, nú ekki langt síðan þú varst þarna, ég hef farið þarna 2 svar, finnst það æði, en þú veist, það er bara Cape Town og náttúrulega allt hægt að gera Cape Town út frá því, en sen er líka eins og bara Jóhannesarborg. Mér finnst Jóhannesarborg bara mjög áhugaverð og skemmtileg borg, aðalega líka í sögulegu samhengi, af því að Nelson Mandela er þaðan og hann er náttúrulega stórkostlegur og við erum með Soweto hverfið sem er svona þetta hefðbundna hvað maður að segja, það er mjög frægt svona afrískt hverfið þar sem Nelson Mandela ólst upp í og það er svona stjættaskipt og það er ótrúlega að koma þangað. Ég fór í svona hjólatúr og ég var bara hjóla þetta hverfi og þetta er svona eins og ímyndaðir Afríku einhvern veginn, bara bárujárnskofarnir og krakkarnir út á götum í fótboltaleika og eitthvað svona og það er svona mjög áhugavert að fara og skoða þar og þú veist, ýmislegt í Jóhannesarborg sem er áhugavert, bara Nelson Mandela safnið og sagan apartheid þegar svartir og hvítir máttu ekki vera saman og það var glæpur að vera með einhverjum svörtum þegar þetta var hollensk nýlenda náttúrulega og þetta er bara, þú veist ég veit ekki, ég fattaði ekki að væri eitthvað svona áhugaverð saga eða eitthvað svona backstory fyrir en ég var þarna og var í einhverju hópaferð og var eitthvað mætt á eitthvað safn og var bara, what? Bara það er ekki langt síðan þetta var og þetta er bara, ég var bara, what? Og veistu hver Trevor Noah er? Já, hvort ég veit. Trevor Noah, fyrir þá sem veit ekki, hann er svona host. Já, hann er sko uppistandari. Já, en hann er líka með svona, þú veist, hann er með talkshow og svona. Hann er frá Suður-Afríku og mamma hans var svört og pappa hans hvítur og hann skrifaði bók sem heitir Born a Crime. Já, búin að lesa hana. Já. Hún er geggjuð. Það er líka bara, þú veist, ég er engin lestrarhestur en ég var bara svo áhugavert. Já. Hann tekur mann alveg inn í lífið þannig að Suður-Afríka bara sjúklega áhugavert fyrir fullt fólki, bara fjölskyldufólki og reisum og eldra fólki, bara mitt amma og afi golf og eitthvað. Og svo er nú ekki verra að Kruger National Park
Nei. nokkrum tímum fyrir norðan Jóhannesborg. Ég ætlaði að segja, þú veist, að því að það er ekkert allir sem fatta eitthvað að stoppa þar. Nei. Og þú veist, maður heyrir alveg svona mismunandi hluti þessa borg, skilur. Þú veist, það er ekkert allir staðir í henni sem er eitthvað frábærir. Og margir taka kannski bara flugvallahótel eða eitthvað svona bara því að það þurfa náttúrulega margir að fljúga hann í gegn. En þú ert að segja að þú veist, mælir alveg með að taka allavega einn dag. Þú veist, maður þarf kannski ekki langan tíma. Nei, ég myndi ekkert vera lengi í Jóhannesborg, alls ekki, með að við kannski eins og Cape Town. Já, en að taka svona túr. Já, ég myndi, og ég hef alveg, þú veist, gert ferðir fyrir eins og fjölskyldu. Já. Það sem þau fljúa inn í Jóhannesborg og eru, þú veist, kannski gista einu nótt og fara beint í safari í Kruger National Park og eru að sjá dýrin og eitthvað, koma svo tilbaka og aðeins að þetta er keisla verið safari, þú veist, að keiri bíl bara, þú veist, bossin verður alveg flatur og maður er bara, þú veist, að fínt að koma tilbaka og taka kannski 2 nætur, þá færðu einn heilan dag til að eiga sens á að sjá Nelson Mandela húsið eða skoða safnið eða lesa apartheid eða skoða Soweto eða þetta er alveg svona tiltrúlega, þetta er ekkert eitthvað geðveikt dreift borgina, þetta er svona ákveðið svæði, sjúklega svona, ég veit ekki, mér finnst þetta svolítið heillandi, mörgum finnst þetta bara eitthvað svona overwhelming, en þetta er áhugavert og ég myndi alveg, ég, eins og ég segi, hef farið þarna bara eitthvað í hjólatúr sem ég bókaði bara maður er ykkur svona skipulöðu prógrami, það er bara aðeins að fá þann smjörþef af landinu líka en ekki bara Cape Town, Amsterdam, 0.0, skilur hvað er ég að segja? 0.2 double version, second version út af því að waterfrontið og allt í Cape Town er svo lykt. Já, svona evróskara. Já, en líka að því ef að fólki hvort er að fara í Kruger, þú veist, þá er þetta 100%, þá þarftu náttúrulega að fara í gegnum Jóhannesborg, sko. Og ef þú hefur tíma, ég myndi bara gefa mig tíma í Suður-Afríku, sko. Það er náttúrulega huge land, miklu stærri maður heldur. Já, og það er líka bara geða mikið alls konar flottum sjálfboðastörfum með kattardýrum og börnum og alls konar í Suður-Afríku og The Garden Route sem er fyrir upp vesturströndina af Suður-Afríku. Inn í Suður-Afríku eru 2 önnur lönd sem heita Eswatini og Lesotho. Já, nákvæmlega. Skilur, þetta er huge. Það er reyndar, Ég myndi alveg bara vera að ferðast í Suður-Afríku, skilur. Já, það er alveg að gera góða ferð því, sko. Og fínt einmitt svona, mér fannst allavega mjög fínt í minniferð að blanda því svona svolítið með löndunum í kring, þú veist. Ég fór náttúrulega til Namibíu og Botswana og eitthvað svona eins og við rættum aðeins með Rakel og Gumma, svipuð staðir. En svo er annað sem er líka alltaf vinsælt og við komum kannski ekkert mikið inn á það með Rakel og þeim, en það var Tanzania. Við svona rættum ekkert mikið eins og það er náttúrulega Serengeti, garðurinn. Já. Frábært safari þar. Já, og hann er náttúrulega ótrúlega frægur og þjóðgarðurinn sjálfur, það er aðeins dýrar að náttúrulega fara inn í Serengeti. Til dæmis heldur en Kruger National Park í Suður-Afríku. Já, það er einmitt svona ókosturinn, hann er svona aðeins dýrari en sjúklega en ef maður hefur bara, þú veist, ef maður safnar og er með þetta bucket listanum þá er það held ég alltaf worth it, sko. Og svo er náttúrulega Zanzibar, það sem að þau líka enduðu en við svona komist kannski ekki mikið inn á það, en þú hefur líka verið þar. Já, ég hef verið á Zanzibar, sko. Ég fór á Zanzibar til að læra að kafa. Já, ég fekk köfunréttindi mín á Zanzibar þegar, þú veist, þá flugum við í rauninni frá Eþjópíu í Addis Ababa sem ég finnst svo fyndið að ég hafi verið einhvern veginn þar yfir til Zanzibar. Var þar örugglega í viku eitthvað á Paje og lærði að kafa þar. Það er ógeðslega næs. Ég er náttúrulega eins og við rættum aftur með Rakel í síðustu viku, þú veist, þá var ég bara á Paje og ég var ekkert að ferðast rosalega mikið Zanzibar eiguna per se heldur, þú veist, var bara þarna á mínu svæði og sem er Paje og það var sjúklega gaman. Sjúklega næs, ógeðslega hvítar strendur, tær sjór, ég ætlaði að vera að segja þetta öfur. Ég þetta. En er þetta ekki alveg svona byrjandavætt staður líka til að kafa? Jú, ég myndi að segja það. Það er ekkert rosalega djúpt þarna, eða þú veist, það er svona mikið af svona accessible köfunarstöðum. Já, sko, ég var vissulega viðurkenni að búast við eitthvað svona átt af því að strendurnar eru svo hvítar og það er svo grund langt út í sjó. Já, það er bara sandur. Maður bara lappar út í sjó með
sjóin upp að kannski max sköflung Já. í örugglega svona 100 metra Já, það er og crazy. það er bara skanna hvítur sandur og svo, þú veist, þetta fyrir svo langt svona út Já. og það er sjúklega töff og ég var bara eitthvað, wow, finnst það að sandurinn svona hvítur og hljóta að vera hérna bara ég er að fara að sjá þvílík kóralrif og Nemo og eitthvað það er ekki Nei. þetta er ekki svona Þetta er bara sandur. já, þú veist, og þegar þú ferð út að kafa sem var sjúklega skemmtilegt nota bene, þá fer maður bara á bát náttúrulega, þú veist að fara svolítið lengra út fyrir og svo fórum við á bát niður og þar, þú veist, ég sá bara eitthvað svona ál humar skilur ekki svona og ég ætti svo að finna það, ég var að byrja að kafa það er fyrst sinn og ég var bara, let's go svo var ég bara það er samt næs, af því að þá finnst manni það geðveitt merkilegt, skilur. já, og svo núna eftir að ég er búin að kafa annar staðar og sjá Nemo og skjaldböku og eitthvað svona já, þú veist, þá gaman bara að hafa gert, þú veist bæði, eða þetta er sjá aðeins svona fjölbreytnina en ég man bara hvað þetta var fyndið því ég var bara eitthvað, vissi ekki alveg við hverju ég átti að búast en ég sá bara fyrir mér Nemo og það var svo alls ekki svoleiðis og ég var bara, vá já, þannig að kannski, þú veist, til að læra allt í lagi, ótrúlega þægilegt taka réttindin og ef maður er að fara að vera þarna, skilur þá er alveg gott að kafa þarna en svona, já, kannski ekki besta köfin í heimi. Nei, ég meina, þú veist, við sáum rosalega vel og þú veist, það var rosalega, sjórin var nokkuð tær líka onni, þú veist, ég á klikkaðar myndir á mér bara eitthvað á 8 metra dýpi af því það sést svo vel en þú veist, sjávarlífið var ekkert eitthvað mind-blowing en það var sjúklega þægilegt, að læra að kafa þarna og hérna og bara ótrúlega gaman, þú veist, aðstæðan og strendurnar og fólkið og markar en svona bara rölda þetta er svona smá bæjar væpa eins og þessu svæði og ég myndi bara alltaf mæla með því, þú veist, við stelpuna vorum eiginlega bara alls ekki tilbúin að fara þegar við áttum að fara, sko. Það var nokkuð tárfæld á flugvellinum. Að kveðja Zanzibar. Já. Sem er ógeðslega fyndið. En, ég þarf að koma eitthvað aftur, sko. Mér langar aðeins að þannig að, það er allavega hefur verið mjög vinsælt að fara í sjálfboðastörf og eitthvað svona í Tansaníu og ræddum það mitt í fyrstu sérunni líka aðeins við Köru Hólm og hún var náttúrulega þar. Hún var í Tansaníu, þannig að tjekkja á því en svo hvað meira ætliði vera það er Egyptaland einmitt, af því að við komum að sinna áðan svona hvernig Norður-Afríka er allt öðru sig heldur en það allt sem er sunnan Sahara einhvern veginn þannig að Egyptaland og eins og Marokkó og eitthvað svona staðir þú fórst líka til Marokkó í reisinni og Egyptaland og Egyptaland ég er svo heill á Afríku ég var geðveikt til, ég fór til fleiri landa í Afríku heldur en til dæmis í Asíu þegar ég fór mína reisu það er ekki kannski mjög algengt nei, en samt þetta er líka bara svo vannmetin heimsálfa 100p þetta er bara vannmetnasta heimsálfan ég held að lifið bara, mér finnst það geðveikt, sko. Nei, ég fór til Marokkó og lærði að surfa þar. Já, það er einmitt eitthvað svona sem að ekki margir fatta að sé hægt að gera. Að fara í surfkamp í Marokkó. Já, ég finnst það geðveikt gaman. Og við vorum við tókum vel smá ferðalag í Marokkó sem ég er svona eftirauka. Þú getur alveg flogið frá Evrópu til bara Marrakesh. Já. Eða í kringum Agadir og þeim menn við flugum bara beint til Casablanca sem er höfuborgin eða fyrsti áfangastæðurinn í heimsins og ég lendi bara í Casablanca og ég var bara sjúklega overwhelmed ég vissi ekkert hvert ég átt að fara hvað ég átt að gera eða neitt en við fórum og það reddaðist fórum frá Casablanca og tókum lest til Marrakesh rútu þaðan til Agadir og eitthvað svona og endum í eitthvað smábæð sem heitir Takasút og þú veist þar er strandlengjan svona, ég myndi segja eins og hún leiði svona niður vestur Afríku skilur hjá Marokkó það var geðvikt ógeðslega næs að læra að surfa þar ég hef þessi góðu staður til að surfa sko. Og svo gaman, þú veist, það var bara alls konar svona, það var ógeðslega mikið hundum og köttum á göttunum og svo voru svona mjög mikið litadýr eitthvað neð, þú veist, það komið svolítið óvart svona Marokkó og líka að vera ekki í einhverju eins og því ég var í Casablanca í stórborginni var ég bara vá, yndislegt en leið að maður komin aðeins út það er æði geðið, og svo er náttúrulega alls konar hægt að gera þannig að þú veist það er eyðimörk þarna skilur við fórum í alls konar eitthvað svona við fórum í ferð, eitthvað svona í Paradise Valley eitthvað svona sjúklega flott það sem að
já, landslægið var eitthvað neginn bara sjúklega steikt og já, við gerðum alveg ýmislegt, fórum í eitthvað svona dagsferðir og svona hingað og þangað og einmitt, eyðimörkin þarna bara rétt hjá, sko og það var bara eitthvað svo, við ángurins ég át og svo var ég eitthvað að reyna að læra að surfa sem var sjúklega skemmtilegt en á sama tíma var maður bara eitthvað húsla sattur ég átti ekkert eðlilega mikið mark og ég veit ekki hvað var, kannski var svona spenntar og mætti reisuna og ég var búin að vera eitthvað reyna að halda sér aðeins svona æfættur, ég var að fara til útlanda og maður eitthvað reyna að vera átaki í eitthvað svona, einhverju ógeðslega heimskulega átaki eitthvað áður maður fer ég var búin að vera í eitthvað þannig svo mætti ég held ég út í reisuna og ég var bara matur það var aðeinslegt það var alltaf að vera góð matur gott að borða, góður mat þetta er alveg eitthvað svona þetta er líka alveg frekar aðgengilegt þú veist, frá Íslandi þú veist, ef þetta er ekki of langt ef maður er ekki fyrir reisu þú veist, maður getur alveg skroppið til Marokko og gert ógeðslega mikið á bara 2 vikum eða eitthvað mamma og pappi fóru já ég er búin að koma þeim þangað þú ert að fara á mjólin ég er að fara á mjólin þetta er ógeðslega þærligt og það er ok, sama tímabelti og heima já, einmitt þannig að maður er ekki í einhverju tímarugli skilur fyrstu dagana og síðan er þetta ein millilending í Evrópu og þetta er ekki langt flug Marokko er ekki það er bara hliðin á eiginlega Tenerife jú, ef þetta er bókstaflega sjór á milli skilur, bara smá sjór krakkar, farið fyrir til Marokko heldur en Tenerife já, perfekt fyrir þá sem vilja prófa eitthvað nýtt já, það er hægt að gera fullt skemmtilegt þar maður já og þú veist, ég var ekki að gera það sama og mamma og pappi voru að gera, skilur eftir frekar en ég var að gera það sama og amma og afi í Suður Afríku þannig að þetta er svona hellinga áfengastöðum sem að henda bara öllum já, og Egyptaland hefur líka verið að koma inn svolítið síðust ár, það hefur alltaf verið vinsælla bara hjá öllum aldurshópum og fjölskyldum og eitthvað svona þannig að það er líka alveg fínt að og sama þar, þú veist, það er hægt að gera alls konar, þú veist, þetta er ekkit bara píramídarnir, þú veist, það er alveg hægt að þú veist, það er flott köfun þar líka til dæmis já, Sharm el Sheikh já, og þú veist, það er hægt að fara í siglingu og bát í Níl og þú veist, það er alveg alls konar Luxor, Alexandria já, ég mitt aftur, hvers fyndi ég fór til Egyptalands í reisunni fór svo með mömmu og pappa já, einmitt og bróðum mínum og eitthvað já, þetta er rosa fjölhæfur áfangastæðir bara, og mjög áhugaverður og ekkert eitthvað oflókið eitthvað neginn að vera þar eða ferðast þar eða þú veist, mér fannst það svona bara nokkuð fínt já, sko, þá er náttúrulega spurning, sko, það er náttúrulega svo eru svona minna vinsælir staðir sem að maður fær kannski ekki jafn mikið fyrirspurnum en allir sem að senda þangað eru bara ekki sviknir, sko þú veist, það er náttúrulega eins og við fórum aðeins yfir síðasta þætti, þú veist, við ræddum aðeins Botswana sem er náttúrulega alveg Okavango Delta bucketlistanum hjá mörgum það er ótrúlega flott og það sem ég myndi segja að væri mjög vannmetið land, þú veist, Namibía eins og við komum aðeins inn á í síðasta þætti líka já, ég tók náttúrulega roadtrip þar alveg í ykkur 12 daga eða eitthvað bara að rúnda og á svona með topptjald á toppnum þannig að það var draumur, sko já, veist, ég hefði vel verið lengur, sko, andjóks, það var nóg að gera það og bara mjög þægilegt að vera á bíl og keyra, sko, þannig að það er svona, já, eitthvað svona sem maður heldur að sé ekki, og ég var alveg sjálf bara held að væri ekki eitthvað þing og eitthvað sem ég geti gert, en þetta var æði, sko. Ég man þú varst að leigja hennan bíl já. Og ég var bara ætli ég bara að vera í einhverjum bíl með einhverju topplúu eitthvað í namibísku eyðimörkinni eitthvað og þú varst smá bara, ég veit ekki hvað þú varst alveg að fara úti og þú varst bara eitthvað, já, við ætlum bara eitthvað, ég og sýstu mín og eitthvað, ég bara, já svo lukkaði þetta sturlað og ég var smá bara, dói, ég hætti að koma með já, þetta var æði, sko, þetta var bara svona sko, af því að það er líka eitthvað sem að margir eru held ég hrættir við þegar maður hugsaður Afríku og svona, nú erum við kannski aðalega að tala líka bakpokaferðalög og eitthvað svona þú veist að það er tjöldin að gista í tjöldum í Afríku af því að við hefum nú báðar farið í þannig ferðir þar sem við erum bara að gista í kúlutjöldum sem að var bara geðveikt sammála það er eitthvað annað það er svona kórminning eins og við erum aðeins talað það er svona bara þú veist aldrei einhvern veginn að vera að gleyma það er tilfinningin svolítið sem situr eftir sammála þetta er bara, þú veist, þetta er frábær leið til að ferðast Afríku, myndi ég segja, sko, þegar ég var náttúrulega í Namibíu með bílinn, þá vorum við með, þú veist, tjald á toppnum, þannig að þú veist, þetta var svona aðeins öðruvísi, en samt var maður náttúrulega bara að gista á tjaldsvæðum og ótrúlega fín aðstæða, bara út allt, þú veist, það var bara ekki eitthvað svona
ógeðslegt, alls ekki, allavega ekki í Namibíu myndi ég segja. En svo í Botswana þá vorum við bara í kúlutjöldum og fólk bara eitthvað, þú veist, heldur að það sé bara eitthvað, hefur ekki heyrt samt svona þegar fólk bara eitthvað, það bara skordýr út allt og þú bara étin að fíl og þú veist, eitthvað svona skilur. Það alltaf. Já, en þú veist, fílar borði ekki eins og niður kjöt. Ok, allavega, það þú veist, ég nú einhverjum, ég veit ekki. En svo þetta fíl. Svo þetta ekki þannig, skilur þú veist, dýrin eru vissulega þarna bara fyrir utan, bara hvað þau eru bara í kringum þig og eitthvað á nóttunni og eitthvað, en þú veist, maður finnur samt, maður ekkert eitthvað, ég var aldrei eitthvað svona hrædd í tjaldinu. Ok, ég var það alveg. Aha. Já, af því að ég fór í minniferð, þá var ég á einhverju svona svæði sem var ekki afmarkað eða eitthvað, þú veist, ég var bara gjössalut í eðimarkinu, ég var ekki á tjaldsvæði, ég var bara eitthvað staður út í raskati og gætin eitthvað var búin að segja bara síðan hérna klósett, hérna hólan hérna bakvið og þið verðið að láta mig vita ef þið þurfið að nota klósettið í nótt og eitthvað og ég var bara fuck nei, skilur og þá vorum við á okkur svona svæði þar sem að nashyrningar voru mikið eitthvað bla bla og ég var bara ég var alveg smá hrædd upp á bara gefa fram hljóð og svo kannski eru þeir eitthvað að þefa tjaldinu mínu og bara öll dýrarinn í kring og við vorum búin að fara að labba svæði, þetta var eitthvað svona friðasvæði til að reyna að hjálpa nashyrningunum eitthvað og og ég var alveg, þetta verið fyrst sinn sem ég var ekki á eitthvað svona afmörkuðu svæði kannski þess að maður bara hlusta á dýrin skilur, ég var bara bókstaflega á meðal þeirra, þú veist, ég var bara í þeirra rými með eitthvað kúlutjald og eitthvað og Fannst það ekki bara smá spennandi? Jú, skilur, en mér fannst það spennandi en ég var alveg smá smeyk, skilur, og ég var smá svona með, þú veist, herbergisfélagarnir mínum í þessu litla kúlutjaldi bara eitthvað þú veist, og ég var bara eitthvað ég þarf ekki að hreyfa mig og þetta var alveg smá steikt en svo sofnaði maður náttúrulega bara og svo var geðveikt þegar við vöknuðum morguninn að sjá sporin allt í kring það var hellað, sko, af því við vorum í nokkrum kúlutjöldum svona hring og vorum að ferðast á svona stórum húsbíl, van, svona svona rútubíl ég veit ekki hvernig ég útskýra og það var lítið svona eldstæði í miðunni og ótrúlegt að vakna morguninn og gætin okkur var bara yes yeah, rhino this was definitely here a rhino some antelopes eitthvað, svo fórum bara, þú veist, að segja okkur hvaða dýr hafi verið hvar og eitthvað og það voru bara alls konar dýr og alveg bara svona óvinna dýr, þú voru bara að kíkja þá var ég bara, goddammit ég hefði verið vakandi bara og horfa eitthvað út tjaldið það er samt bara, ef maður lætur þau bara í friði og er ekki að trufla þau, þú veist, þá eru þau ekki að trufla mann heldur, skilur þú veist, við gistum líka í Okavango Delta í Botswana, þá vorum við á svona basic bush camp, þú veist, það sem var ekki klósett og það var bara hóla og þú veist, mér varst það bara geðveikt, þú veist, ég myndi ekkit vilja vera þannig í viku, skilur við vorum hana í, þú veist, eina nótt eitthvað og komum bara með allt með okkur og þá var ekkert þú veist, afgirt eða neitt svona og svo kveiktum við eld kvöldið af því að þeir voru alltaf að segja þarna, þú veist, heimafólki var alltaf bara þú veist, flóðhestarnir kom ekkert í eldin þú veist, þeir ekki hrifnir af eldinum og við vorum bara, ok, frábært þú veist, allar einhver að vera bara hér í alla nótt kveiki eld, eða þú veist en það var ekki þannig við vorum bara eitthvað, vorum eitthvað að syngja og dansa eitthvað í kringum eldina og svo heyrðum við alltaf bara í flóðhestarnum og þeir voru komnir svo nálægt að einu sinni var einn gætin, þú veist, með svona vasaljós og svona blíp, þú veist, svona listi svona aðeins upp og þá bara var hann bókstaflega þar, skilur bara, hann var svona kannski 50 metra frá, skilur þeir eru hættulegir þeir eru sko ógeðslega hættulegir og það er svo mikið læti í þeim líka hann var alveg þvílíkt svona bara láta heyra í sér, skilur en hann kom ekki næra því við vorum með eld þannig leið að við fórum svo þá bara, hvað við erum að fara svo og hlupum bara inn í tjald og vorum bara, við viljum bara vera hér og þú voru alveg sumir í hópnum mínum sem voru bara hættir að fara á klósettið á nóttunni þú veist, það voru bara, ég ætla ekki á klósettið ég þurfti alveg stundum að fara að fylgja fólkið og ég var bara, þú verður að pissa, skilur þú veist, þú verður líkamlega að fara á klósettið því þú getur ekki farið í nótt, skilur þá verður bara að fara út eitthvað þannig ég var alveg stundum bara, hvað með mér hérna bara sjálfbálið, bara með gældinu þú heldur á ljósinu og ég skal leiða þig áfram eitthvað hérna mér finnst það bara smá spennandi, skilur svo var maður bara með með skófluna og skóflaði svona yfir í klósettinu já, ég er endur að nota aldrei þetta hóluklós
Slepptur þið bara að pissa? Nei, þetta var ein nótt, skilur við vorum Já, það samt sólarhringur, skilur Nei, við komum kvöldi, vorum að skoða sjálfbóðstarfið og eitthvað og það var klósett þar, skilur við, svo bara fórum við og settum upp kamp, fórum að sofa, vöknum, tókum saman kampin og fórum aftur að, skilur við. Ég verð að vikina, ég var alveg að pissa á mig þegar við vorum á leiðinni tilbaka í kampi, en ég var bara það var bara spennandi sko, því svo leiðu að koma myrkur af því að það verður líka alveg myrkur fyrir eitthvað fljótt skilur, þú veist, það kemur alveg myrkur bara, já, þú veist, það er bara klukkan 5:30 eða eitthvað. Já, mjög snemma. Þannig að maður var ekkit endilega farin að sofa þá, þannig að þó maður fari snemma að sofa, en þá samt sko, þú veist, þannig að maður var alveg svolítið svona með ég sko fæ alveg svona þetta var svona magan mér var svo geðveikt svona adrenalín kick og maður var alveg bara svona, svo var maður eitthvað að skvotta bara eitthvað, hvað það býtur mig ykkur í rassin núna hvað allir kom eitthvað núna skilur það skvatti yfir hólinni en þetta var svona geðveikt af því að svo bara gerðist það ekki, þú veist, það kom enginn og beit mér að sinn þannig að þá, þú veist, var þetta svo já, maður var svo accomplished maður var já, ég er bara bushwoman skilur, þú veist, þá svona leiði manni sem maður gæti af því að maður var bara eitthvað svona djúvill er ég með þetta, þú veist, svo bara ég bara pissi í hólu já, pissi í hólu sem bara einhver maður bara var að grafa hérna áðan skilur og svo var svona skópla þar sem klóstpappirinn var á þú veist, svo notaði með skóplan og skóplaði pínu yfir og svo flúði maður bara með vasaljósi andjós, hvar væri maður á þess að vera með vasaljós skilur já, ég veit ekki, ég man líka ég er svo lélega að pakka og ég er svo lélega eða svona, ég er bara, það er endast það er bara alltaf læg það er bara, stundum alltaf læg í lífinu mínu en stundum fæ ég bara svona, Rebecca en það var eitthvað svona, við mælum með að koma höfuðljós og ég bara glemdi að setja að sjá með eitthvað höfuðljós eitthvað, vákvæði svo eftir ég var kortir í að teipa síman mér á enni á mér, ég var orðin bara það er óþolandi þurfa alltaf að halda á honum sko. já, ég þarf bara mínar báðar hendur þegar ég er að labba eitthvað staðar í myrkrinu já, og líka bara, ég hefði svo mikið átt að vera með höfuðljós þarna af því að það er ekki eins og ég hefði verið að fara að ringi eitthvað ef ykkur hefði bitið mér í rassinn þú veist, ég var ekki með símasamband ég var bara eitthvað út í raskati já, þannig að ég var með síman sko, ég hefði átt að vera með höfuðljós, ég er alveg sammála ég myndi alltaf bara, úst, ef það stendur á pökkunarlistanum frá the tour operator takk það með, það er ástæða fyrir og það er bara svona eitthvað sem ég kíki, maður verður að kíki í Afríku já, þegar ég fór ég er aftur, þegar ég sá þetta ég var bara eitthvað á leiðin safari það er ekkert kíki ég er ekki lúði sko, ég er að kaupa kíki fyrir eitthvað svona, sikk hvað ég sá eftir og greiði gamli hjónin með mér í safaríun og ég var alltaf eitthvað Nancy, do you mind loaning me the goggles binoculars binoculars sundgleru þetta er svona nei, en þú veist þetta var orðið svo þreytt og greiði hjónin hann eitthvað svo Kanada með eitthvað geggjaðan kíki ég hefði verið brjáluð á þér ef þetta hefði verið ég var sko með minn eigin kíki og bara allir sem voru með mér voru með kíki og ég bara, þú veist, ég var ekki að fara að lána hann sko af því hvað það kemur bara fugl allir innu já, ok, Kingfisher það kemur bara Kingfisher, þú veist, fljúandi framhjá þá er ég að fara að vera með kíkin sko þú veist það ég veit, en þú veist ég þarf ekkert að sjá hennan fugl þú veist, alla fugla í heiminum já, maður þarf ekkert fugl til að sjá, þú veist, flóðhest eða eitthvað, þeir eru alveg stórir sko. Ég veit það. En samt, mér fannst samt geggja að vera með kíki. Það ég mæli með, ég myndi ekki sleppa því. Nei, já, ég er sammála, en þú sko. Líka út af því að fyrst þegar ég fór safari þá sáum við ljón og það var í svona kílómeters fjarlægð og ég var bara píra augun bara ég held þetta sé ljón og þeir voru eitthvað, jú, nú erum við búin að sjá ljón þeir geta tjekkað í það box og ég var bara það samt I'm not sure, Johnny og þá þurfti ég að fá kíkir hjá Nancy og ég var bara, yey, það er það sem er svo pirrandi en svo líka, þú veist, einmitt, þau voru að elska fuglaskoðunina og við stoppuðum bílinn við hvern einasta fugl það hljómar eins og ég hefði náð vel saman með þeim þú hefði það verið í þessu safari og því að ég satt þarna okay, we've seen this bird a billion times ég var bara að leita bletta tígur eða svona dýri þetta það er náttúrulega hápunturinn skilur ég veit það, en allt hitt er samt bara svona ekstra bónus ég veit, og ég ætlaði ekki hérna undir lokin þá var ég aðeins búin að læra að meta fuglana smá þú veist, fyrst var ég bara eitthvað vá, Sasu í Lion King það er samt geðvikt já, svo svona lærði maður hans sinna ég veit ekki það alveg en þú veist, rookie mistake að vera ekki með höfuljós og prófa ekki tjaldið ég myndi alltaf prófa tjaldið það er drullu mikið stemming sko og bara, þú veist
muna að opna, sko, nú hljómar þetta smá crazy af því að ég Hvað ætla að segja? nei, bara að opna hliðarnar á tjaldinu. Þú veist, Ég held að segja svona, opna hugan. Já, jú líka það. Opna hliðarnar á tjaldinu og hugan. Af því að fyrstu nóttin okkar í Zimbabwe í tjaldinu, það var svo heitt og þetta eru svona kúlutjöld, þú veist, þau eru alveg þykk. Þetta er ekki svona eins og ferð í rúmfallalarnum, skilur. Þau eru alveg svona, þetta er alveg seglaefni, skilur. Og og við pössum náttúrulega bara alltaf geðvægt vel að bara, þú veist, ekki vera með kveikt á ljósinu þegar maður fer inn í tjaldið af því að þú veist, skordýr og eitthvað svona elda náttúrulega ljós. Ljósið, já. Þannig að við, þú veist, slöktum alltaf ljósinu, bara dýfðum okkur inn í tjaldið og bara rendum fyrir geðvægt fljótt og þú veist, tókum alveg, ok, við vorum smá paranoid, við tókum alltaf vaseljósi og svona, tókum eitt hring í tjaldinu svona, er eitthvað hérna? Nei, þú veist, það gerist aldrei, það var aldrei neitt. Þannig að við vorum hérna mjög duglega að passa okkur og líka moskítaflugurnar, að þú veist, lýsa upp í loftið til að sjá hvort að þær væru inn í tjaldinu, af því þær éta þig ef þær eru inn í tjaldinu. En það gerist ekki. En við glemdum, við föttuðum ekki að opna hliðarnar, þú veist, það eru svona gluggar eða þannig. Og þá er maður náttúrulega vissulega bara með netið, þú veist, opið, þannig að ef ykkur kæmi, þú veist, með vasaljós, þá myndi hann alveg sjá þig, en þú veist, það er engin annað, þú ert í óbyðum, skilur. Þannig að það var svo miklu þægilegra af því að þá svona kom svona loft í gegn og það var svona, þetta er bara eins og aircon í tjaldi, að hafa pínu opið. Og svo opniðum við alltaf toppinn líka og þá bókstaflega sofnaði maður með stjörnurnar bara yfir sér og þetta var sko crazy stjörnur. Bara stjörnurnar í Afríku eru bara viltustu stjörnur sem ég hef séð. Veist, þetta er bara, ég hef aldrei séð svona stjörnubjart og þetta var alveg nótt eftir nótt, það var bara alltaf geðveikt stjörnubjart og maður bara sofnaði bara í eitthvað svona sælu vímu bara eitthvað, búin að vera í safari, búin að sjá bara eitthvað, þú veist, blettatígur eða eitthvað, ok, ég sá ekki blettatígur, en hérna hlébarða, ég sá hlébarða og hérna, þú veist, búin að sjá bara hlébarða og bara eitthvað svona crazy upplifanir, skilur og svo bara svona síðast sem sérð bara eitthvað stjörnurnar og maður er bara svona oh my god, this is life. Þetta er alveg crazy, sko. Ég tengi við tilfinninguna. Ég tengi við svona momentið. Opna tjaldið, opna toppinn. Við opnum toppinn, sko, ekki hliðarnar. En ég manni, þá var ég bara, oh my lord. Já, en það fer kannski líka eftir hvað tíma þú ert, hversu heitt það er og eitthvað svona. En það er allavega, hérna, mælu með því að taka kíki, taka höfuljós, gistitjaldi. Við fórum bara í ferðar oft. Og svo eitt sem ég myndi, ég bara breytum þættinum. En hérna, eitt sem ég langar líka að segja, vera tilbúin að keyra mikið. Afrika er bara, hérna, ég veit að Rakel María myndist aðeins á þetta, þú veist, það kom henni á óvart hvað þau voru lengi í rútu og svona, en bara verið undirbúin undir mikinn tíma í bíl. Er það ekki sammála? Jú, ég er sammála. Bara upp á safari og svo... Þetta eru lengri vegalengdir en maður heldur, sko. Já, Afrika er svo stór, krakkar. Og ef maður er eins og við vorum að taka alveg nokkur lönd, þú veist, við tókum alveg, hérna, Botswana, Namibíu, Zimbabwe, þú veist, allt svona í röð. Og þetta er bara rosa mikil tími í bíl. Þannig að ef maður er að fara í eitthvað svona rútu, þú veist, eitthvað svona hópaferð eða eitthvað svo leiðis, að þá, þú veist, alveg sniðugt að vera með eitthvað að gera í rútunni, skilur. Bara passa að vera með nóga tónlist og bara ef maður er með eitthvað svona orðarugl eða krossgatu eða skilur bara eitthvað af því þetta er margir klukkutímar, sko. Já, ég veit það. Ég alveg líka bara eftir safari, þú veist, ég fór í eitthvað fyrst 4 daga safari eða 5 daga safari. Já. Rosa mikil tími í bíl. My bum. Já. Mér var bara illt í rassinum að setja svona mikið, sko. Ekki það, þú veist, þetta er alveg forréttindi að því ég hefði aldrei nefnt að labba þetta, skilur. Það er ekki hægt. Nei. Það er ekki séns. Þú veist, nú erum við bara eitthvað svona stikla stóru, bara eitthvað svona væla við einhver til að væla, skilur, smá, af því að, þú veist, hvað er safari og... Þetta er alveg, nei. Þetta er bara punktur, skilur, það er mikil keyrsla, mikil prepare yourself. En þú veist, svo líka, ég er bara, fyrst við vorum að tala eitthvað svona sögur eða eitthvað svona preparing, þú veist, að tala pöddur. Já. Þegar ég fór í, ég fór safari, kvölddrive, ég held í seinna skipti sem því fór safari, ég fór náttúrulega að fara 2 svar hann í Suður-Afríku og í seinna skipti þá var búið að rigna rosa mikið nóttina, það var rosalega rök jörðin og ég fer í kvöldsafari drive og þegar að sólin settist þá kom allar kóngulónar, bara svona pöttunar og það ringdi bjöllum. Það? Já. What? Ég gleymi þessu aldrei og ég man ekki alveg hvað, þetta var eitthvað svona, það var búið að vera svo rakt jarðvegurinn og svo leið og sólinn settist og þú veist, þær fóru á stjá þá bara var í alvörunni eins og það væri að rigna bjöllum.
og við vorum bara að keyra bílinn og hann var, þú veist, ekki lokaður að framan Nei, þetta, já, það er já. allt náttúrulega opið til að sjá dýrin og við erum ennþá að reyna að spotta dýrin og hann er með eitthvað svona risa ljós en ég Já. er bara með sólglirun á og bara, af því það er bara Já, bara loka munninum. bjöllur, svona litla bjöllur og við vorum stelpunum bara allar í safarínu bara komnar hingað, eitthvað svona og svo bara eiginlega gáðist við upp að reyna að spotta eitthvað kvöldi út af því að Já. það var, þú veist, ég er ekki að tala um að þetta hafa verið non-stop allan tíman Nei, í nei. kyrslunni en þetta var alveg svona full mikið að því Já, góða og gætun okkar var líka bara, hún var alveg sama, hann var alltaf bara, og veist, svo þegar ég kom inn og var að greiða mér hárið þá voru okkar bara eitthvað, þetta er svona pínu lítið, svona eitthvað, af öllum skordýrum þá fannst mér þetta alveg svona skást, já. að því að, þú veist, ég veit Svona frekar harmless bara. já, þær voru bara eitthvað að fljúga á stað, skilur Já. úr rakanum eitthvað í Já, myrkrinu já. eitthvað Það og voru bara við leiðin í erum bara að vinnuna keyra, eða já, ég bókstaflega og við erum bara að keyra í þær, skilur þetta var Já. af öllu sem þetta hefði getið verið 100% skást, en Úf, þetta er samt brútal sko. En það getur líka alveg, að þú ert að tala um svona opna bíla, það verður alveg svolítið kalt í þessum. já, með vindin safaribílum. og leið og sólinn Já, fer það er rosa margir sem halda að það sé alltaf heitt í Afríku, það er alls ekki þannig. nei. Það er alveg kalt á kvöldin og á mótnana ef maður fer snemma, þú veist, vakna snemma og svona. Já. Þannig að já, vera tilbúin í mikla keyrslu og kannski bara vera með jakka ef þú lendir í pötturegni. 100% ég mæli með Vera því með regnjakka. ég Virkar bæði gegn regni og pöttum. já, þú veist, ég er svo unprepared oft Já. sem er eiginlega bara þú veist, skammarlegt eða svona hálf skammarlegt Já, leið maður að segja þú ert okkur til skammar. já, yes Jæja, herði, nú erum við alveg komnar way off track. En það var bara svo gaman að tala um Safari og þetta er Afríku allt og góði punktar, sko. Safari er bara once in a lifetime upplifun sem allir þurfa að prófa eitthvað tíman. já, Og bara alveg sama í hvað landið það er, skilur. Það er bara, ef maður hefur tækifæri, það er bara ótrúlegt. ótrúlegt já, þetta er sjúklega skemmtilegt og það er enginn sem að sér eftir að fara Safari sko. Nei, og þú Bossinn veist, lifir já, hann lifir alveg, sko. já, Þannig you'll be fine. já, þannig að mælu með. Já, er þetta ekki svona nokkuð neginn þar sem við höfum tíma fyrir í Afríku í dag? jú Já. eða þú veist, jú, örgulega við erum nú búin að fara yfir ímislegt við tölum aðeins um Eþjópíu Já, og þú við veist, farum maður- við um öll, við bókstaflega. ángríns erum búin að fara út um allt sorry guys, þú veist, svo var ég líka í Keníu Já, Og það ég er meina- náttúrulega fullt af flottum stöðum, þú veist, Já. við fáum oft fyrir spurninum, þú veist, Madagaskar, Já. Uganda, þú veist, górulutnar, þú veist, Górillut. allt þetta. það Þannig er að bara möguleikarnir eru endalausir. að fara górileg trekking í Uganda Já. er sko high on my bucket list Já, það er bara svo dýrt já, það er svolítið dýrt. en það er líka Maður að safna. út af því að það er ekkit eitthvað það getur ekkit eitthvað hver sem er hvenær sem er bara vera að labba Nei, inn nei, eitthvað og nei, kíkja nei. górilegnar í Uganda skilur það Nei, þarf nei. að hafa þetta svolítið svona Mhm. proper Já, en og ef lord maður er eitthvað hræddur, skilur, eða eitthvað stressaður fyrir Afríku, þú veist, þá bara alltaf hægt að fara með eitthvað svona prógram, skilur, bara Já, vera í svona eitthvað utanumhald. já, eitthvað hópaferð eða fara með eitthvað svona, þá bara er maður rosalega fljótur að komast inn í þetta. eða einhvern bara veginn. hætta því Já, eða bara taka bíl í Namibíu og keyra. ég var að meina að hætta að vera stressaður Ó, já, já, það líka. tjókslega hættu þessu bara Já, þetta er, nei já, það virkar. það eru biljóleðir til að hérna svona accommodata Já, bara hvað sem er. já Já, það er eitthvað fyrir alla Það er alveg til allir alls staðar. skalinn, sko. Það er alveg til Já. lúksus og svo er alveg til tjöld og, þú veist, og hólur. við erum svolítið í tjöldur og hólur Já, við kunnum alveg vel við okkur þar, sko. það er er fínt alveg bara að gaman. kúka í hólu og gist í tjaldi Það er svona sérstaklega gaman eftir á, skilur. Þá er maður alveg bara svona, já, geðveikt. flest svona er gaman eftir Já, það er þetta er engin alveg eitthvað getur nei, betur maður er kúka ekki í hólu þræðing á meðan, skilur. nei, en svo er þetta bara góð saga, skemmtileg upplifun Já, og bara óglemanlegt, sko. we Já. love it Já, krakkar, farið til Afríku og kúka í hólu já, you'll ándjóks. thank us later Já, eða sólu allavega, ég beilaði ég held Já. í mér já. Og þá bara, já, ekki gera það. Nei. Það er ekki holdt fyrir neitt. Herðu, já, við bara þökkum kærlega fyrir. Það er náttúrulega margir fleiri þættir framundan, Já. skemmtilegi gestir, alls konar bull og gáfulegt líka í bland, kannski, vonandi. þetta er svona gullni millivegur Já, en mælum við þetta bara með að, þú veist, reyta podcastið, fylgja okkur á samfélagsmiðlum og bara vonandi
njótið dagsins. Já, bara heyri ykkur líka ef þið eru með eitthvað pælingar með hérna Afríku eða hérna allar heimsálfur eða já, bara go for it, heyri ykkur endilega. Þannig það verður gaman. Annars ætlum við bara út í þennan föstudag. Já, Sólina. Og vonandi þið líka. Robert. Sjáumst í næstu viku. Já, bye.